Allt sem þú þarft fyrir ásatíðina færðu í Djós. Þátturinn í boði Djós. Sönn jakkaföt, herradeild J.M.J. Akureyri. Þátturinn í boði J.M.J. Taktíkin í boði Lemon á Akureyri. Let's go. Já, velkomin aftur, við siglum inn í síðasta hlutan á þessum þætti. Það komið að kvennahandbolta. Það eru 3 lið í efstu deild í handbolta á Akureyri, Akureyri Káa og Káa Þór. Velkomnar, stelpur, þið eru báðar að spila með Káa Þór. Já. Og hafið farið þið frekar vel á stað bara. 3 sigurleikir, 3 töp, það er bara nokkuð gott fyrir nýliða. Já, okkur allar mjög gott. Svona vinna Hauka, Selfoss og Stjörnuna. Þetta er bara mjög góð byrjun hjá okkur. Töpin hafa verið að koma svona dálítið svekkjandi. Já, það má segja það. Þetta hafa verið svolítið stór töp hjá okkur, en það kemur bara í næstu umferð. Langir kaflar þar sem ekki verið að skora mark, þannig að þetta er svona, já, ef það hefði kannski verið aðeins meiri stöðuleiki þá hefði verið kannski, já, ennþá að vera í deildinni. Já, gæti verið. Algjörlega, en við erum samt búin að vera að vinna lið sem kannski fyrirfram áttum ekki verið að vinna á pappírum, en tapa fyrir lið sem kannski við ætluðum að vinna, en svona er bara boltinn. Og þið komist upp úr fyrstdeildinni núna, þið eru nýlegar í deildinni. Þið byrjaði að æfa mjög snemma og byrjaði að æfa alveg af krafti þá. Já, þetta var ekkert létt, ef maður má segja það, en virkilega gaman, skemmtilegur hópur. Ekkert svona, aldrei leiðilegt eða neitt að mæta æfingar, þannig að það var bara fínt að byrja snemma og koma hópnum saman. Þjálfari liðsins, Jónatan Magnússon, hvernig er hann sem þjálfari? Ég fíla hann persónulega í botn, sko. Mér finnst hann mjög góður. En ég get náttúrulega ekki svarað fyrir alla. Já, bara líka fyrir mig. Þá var ég kom í fyrra og bara frá byrjun algjörlega bara, virkilega góður þjálfari. Margt að læra. Hann setur mikla kröfur á ykkur að æfa bara eins og toppliðið í deildinni. Algjörlega. Og hann sjálfur hefur verið landsliðsþjálfari og vill hafa hátt tempo á æfingum og eins og ég segi, já, þá bara líka að vera þannig í ólísdeildinni. Hvernig metið þið svona núna munin á milli deilda? Þú komst í fyrra, þetta stökk upp í þessa deild. Er mikill munur? Við vorum náttúrulega báðar í Grill 66 í fyrra. Ég var í HK og hún í IR. Þannig að já, þetta er stökk, en eins og ég segi þá erum við klárar. Já. Við erum búin að æfa þannig að við séum klárar í þetta. Ég held að munurinn sé bara að breikka á milli deilda. Þú veist, Grill 66 er mikið af U-liðum. Stelpur sem að fá kannski ekki að spila með meistaraflokk. Þannig að ég held að verði bara miklu betra í spiljólis. Já, kannski svolítið öðruvísi, þú leggur leikina öðruvísi upp. Þú átt kannski að vera að vinna ákveðna leiki í Grill 66 á meðan að það er miklu meiri barátta stigin í ólís. Já, algjörlega, og miklu meira tempó og hraðarleikir og bara meiri barátta, já. En hvert stefnir liðið? Hvert eru ykkar markmið fyrir þetta tímabil? Okkur langar að sjálfsögðu í úrslitakeppnina, en það er náttúrulega bara hörð barátta milli allra í deildinni. Þetta er hrikalega jöfn deild, þannig að það er bara, við þurfum að leggja mjög hart að okkur til þess að komast í úrslitakeppnina, þannig að, já. En svona grunnmarkmiðið, það er náttúrulega að bara festa sig í sessi í þessari deild. Já, bara halda sig uppi. Náttúrulega lykilatriði, sko. Og byrjunin hefur verið þannig að þið eru búin að sýna það svona í þessum fyrstu leikjum að þið vel heima í þessari deild. Já, algjörlega, og en svo náttúrulega eiga liðin eftir að bæta sig jafnvel þessi sem eru á botninu núna, og deildin er það jöfn bara að geta í rauninni öll lið unni alla, þannig að þetta er mjög jöfn deild. Svona það helsta sem að þið myndu vilja bæta fyrir áframhaldið, eru það þessir löngu kaflar sem eru að koma það sem eru ekki að koma mörk, eða hvar myndu þið halda að lið þyrfti að bæta sig? Fá bara meiri stöðuleika, einmitt, eins og þú segir. Halda góðu köflunum lengur og minnka þessa slæmu. Algjörlega, bara það sem er 1, 2 og 3, minnka slæmu köfluna. Og hvernig er æfingaálagið núna meðan á tímabilinu stendur? Hefur þetta eitthvað minnkað? Er Jóni aðeins betri við ykkur eða hvernig er þetta núna? Það fer náttúrulega bara eftir leikjálæginu. Við erum að spila núna þriðjudaginn og föstudaginn, þá náttúrulega er kannski ekki mikið tempó. En ef það er langt í leiki þá heldur tempóinu hátt uppi, sko. Og eru þrekæfingar með þessu, liftingaæfingar, hvernig
Hvernig æfinga álæðið hjá ykkur á viku? Við reynum að lyfta svona 2 til 3 í viku ef það hægt á meðan eins og leikjáliðið minna. En svo alltaf yfirleitt 1 frídagur í viku. Við reynum á það, annars erum við bara í bolta og lyftingur og æfingum. Og hvernig svona það að vera handboltakona á Íslandi í efstu deild? Eru peningar í þessu eða frægð eða hvernig þið að gera þetta bara meðfram vinnu eða hvað? Ég í skóla með þessu. Ég get nú ekki sagt að það sé mikill peningur í þessu en maður gerir þetta nú bara út eða þetta gaman. Og hópurinn svo skemmtilegur og þetta aðalega bara upp á skemmtunina Þetta samt svona áhugamál sem að tekur svolítið mikinn tíma af manni, ekki satt? Gríðarlega mikinn tíma. Þetta tekur, hvað má eins og hálftíma æfingu og hverjum degi og svo náttúrulega tekur maður kannski eitthvað auka og þannig að það tekur gríðarlegan tíma. Þannig að maður hlýtur að hafa mjög sterka áhugahvöt til þess að leggja svona mikinn tíma í eitthvað ákveðið. Algjörlega. En eins og hún segir, þá er þetta bara hrikalega gaman og þetta er það sem við viljum og við veljum þetta. Þannig að það er forréttindi að fá að geta eftir sína íþrótt. Þannig að það er bara magnað. Já, með toppþjálfara og umgjörð og það hefur nú verið stemming eins og í KA-heimilinu á ykkar heimavelli. Já, það hefur verið stemming og við sýndum það hérna í seinasta heimaleik að við getum unnið þessi stærri lið, ef maður segja. Og það er einmitt bara geggjað að spila fyrir þessu áhorfendur. Mikil stemming og flott umgjörð og þau var hróskilið þannig í KA-heimilinu. Þið finnir fyrir þessu inn á velli með ekki? Það er svolítið, manni finnst bærin vera í þjappast svolítið svona saman ykkur sem handboltaliðið í bænum. Já, algjörlega. Núna spila karlaliðin sitt í hvoru lagi en þið spilið sameinuð. Er það ekki þægilegra eða finnið eitthvað fyrir þessu? Sko, persónulega finn ég ekki neitt fyrir þessu. Bara, kannski þú? Nei, ég ætla bara nýkomin og get nú ekki sagt að ég sé hvað mikið inn í þessu Nei, þið komin alltaf frá öðrum liðum þannig að þið kannski upplifið þennan ríg öðru vísi. Já, örugglega. Ég meina, persónulega upplifi ég engan ríg þannig hjá okkur, ég meina kannski meira karlamegin, það sem er mikill rígur, en það er ekkert innan kvennaboltan Við viljum bara báðum liðum gangi vel, karlamegin. Algjörlega. Takk hérlega fyrir að koma til mín í settið og kynna fyrir okkur kvennahandboltan hjá KA Þór. Takk fyrir. Og ég þakka ykkur áhorfendur kærlega fyrir samfylgdina í þessum þætti. Við sjáumst í næstu viku. Bosvíl skyrtur í miklu úrvali. Þátturinn í boði í Jóð. Taktíkin í boði Lemon á Akureyri.